Halldór, eftir svona góða mótspyrnu þá dugði það ekki? Nei, við að mörgu leyti fannst við vera frábærir á köflum. Auðvitað kemur kafli fyrir hálfleik sem við missum á 5 mörk fram úr okkur og síðan náðum við að jafna 13-13 og komum okkur aftur inn í leikinn. Kannski helsti fyrir hálfleik sem við erum á mikið af 2 mínútum og margar brottvísanir. Síðan auðvitað koma kannski bara ljós gæði Spánverjana í seinni hálfleik þegar þeir fara fram úr okkur og það líka á þeim kafla sem við erum að kasta boltanum frá okkur og fá mikið af brottvísunum raunverulega á sama tíma líka. En ég ætla að gefa strákunum fullt hús fyrir baráttu og skilja allt eftir á vellinum og allt það. Okkur vantar bara gæði, raun og veru á móti svona góðu liði og það verður að segjast alveg eins og er. Við verðum að geta varist betur í þetta heila til þess að geta unnið svona lið. Það er svona glompur svolítið í mótinu hjá okkur með varnarleikinn og það vissum við svolítið fyrir mótið en þeir setja allt í þetta strákarnir og það verður að gefa mikið hrós fyrir það. Spánverjarnir náttúrulega svona, þeir eru fljótir að nýta sér hver mistök eins og maður sá á þessum kafla það sem að leikum fóru 21 í 22-27 bara á 5 mínútna kafla. Já og þeir náttúrulega eru frábærir í þessum hótunum fram og stela boltum og þetta er auðvitað bara svona nýr handbolti sem að strákarnir eru ekkert vanir að spila á móti og þetta er það sem Spánverjarnir eru bara bestir heim í. Við erum bara aðeins og eftir þegar kemur þessum hlutum og við vorum bara að gera of mikið af svona einföldum mistökum þar sem að vera að plata okkur í aðstæður þar sem við vorum að kasta boltana frá okkur og ef maður hefði tekið svona eitthvað af þessum dauðafærum sem við kannski klikkuðum líka og svona þessum töpuðum boltum að það hefði svo sem leikurinn geta þróast kannski aðeins öðruvísi hátt en þetta er allt partur af leiknum en við þjálfarateymið erum gríðarlega stoltir af strákunum fyrir það sem þeir eru búin að gera hérna á mótinu og líka í dag og má ekki taka af þeim að þeir spiluðu lengi vel geðveika leik. Ég meina Reynir Stefánsson sem dæmi með 11 mörkin í dag á móti einu besta liðinu á þessu móti og spila bara með heimsklassa frammistöðu þessum árgangi. Ég meina margir, þetta telja marga til en okkur vantar að geta spilað betri varnarleik þegar við raun og veru það hefur ekki verið vandamál okkar að skora mörk nema þá kannski helst í þessum Austurríkisleik sem var náttúrulega bara svona óttalegt skipsbrot og svona svolítið sárt að skuli hafa verið svo lélegur. Það hefur verið gaman að vera ekki alveg neðstur í riðlinum og það hefur verið skemmtilega neðan þriðasæti en kannski skiptir það ekki alveg öllu máli en auðvitað reynslan sem strákarnir taka eftir þetta mót verður mjög mikil og margir að spila hérna margar mínútur sem að mun gefa þeim í framhaldi og framtíðinni. Það er eitt náttúrulega, það leikur ekki fyrir í kvöld. Hverju þið mætið í krossspilinu á morgun? Nei, það leikur ekki alveg fyrir það sem að báðir leikirnir í okkar riðli voru fyrir leikirnir sem er náttúrulega svolítið svona glórulaust raun og veru í skipulagningu á þessu móti. En við sjáum hvað verður, við erum búin að undirbúa okkur með þessum efni hvað sem verður og þannig en við finnum líka að það komið bara smá þreyta í hópinn og við höfum svo sem verið að spila mörgum leikmönnum og allir verið að leggja í púkið en við þurfum að sjá líka hvað við getum að því að gert á morgun að því að ekki viljum við fara með menn alveg bara kannski með meiðsli eða álagsmeiðsli eftir þetta mót, það viljum við ekki.